ætla ég að fara að byrja að smíða. Það sem ég þarf að gera núna, áður en ég get sett nokkuð saman, er að losa úr brettunum allt sem að ég þarf að nota. Og það ger ég með hníf og lítilli sög. Ef maður skoðar þessi bretti, þá sér maður að þau eru fræst og það eru smá bútar hérna, sjáðu, svona, sem maður þarf að skera í gegnum. Og ég skal sýna ykkur hvernig ég geri það. Nú ætla ég að taka þetta bretti hérna, þetta er F2, taka það úr. Og það er, þá stingi ég bara hérna hnífnum aðeins í, rétt, reyni ekkert endilega að skera þetta alveg, bara rétt, marka onni þetta. Svona. Þá dettur restin út. Svona. Svo hérna, taka innan úr þessu. Rétt að marka onni það. Maður þarf ekki að nota kraft. Aldrei að nota kraft á hníf því að þá bítur hann mann. Svona. Nú þarf ég að hreinsa þetta upp. Og ég get náttúrulega bara tálkað hérna með hnífnum. En það er mjög þægilegt að nota svona smá spýtu sem maður er búinn að líma sandpapír á. Þá er hægt að pússa þetta aðeins til. Það er nú kannski ekki að pússa mikið innan, það er bara að taka svona það mesta. En síðan hérna utan á. Þá er gott að sletta það alveg. Svona. Hérna. Hér. Og hérna. Nú er þessi rammi tilbúinn. Ég get farið að nota hann. Ég ætla að skera alla hérna úr. Það er óþarf að vera að sýna hverja einasta í mynd. Og þegar ég er búinn að því, þá set ég saman skrokkinn. Hérna er miklu þykkari krossviður, sjá, hann er alveg 6 mm. Og það getur verið erfitt að skera í þetta með hníf. Þannig að ég er með hérna litla sög sem að ég fékk á internetinu einhvers staðar. Það er hægt að nota hvers konar sagarblað, þess vegna járnsagarblað. En þegar ég losa hérna úr þessu bretti, þá er ágætt að hafa svona sög, einhvers konar sög og saga í gegnum þessar festingar. Þannig að svona og hérna. Nú dettur þetta bara úr og ég nota spýtuna með sandpapírnum aftur til þess að sletta þetta. Kannski örlítið meira verk heldur en á þunnakrossinum, en ef maður vandar sig þá verður þetta alveg eggslétt og fínt. Hérna. Jæja, þá er ég búinn að taka alla partana sem þarf til þess að byggja skrokkinn úr. Hérna eru skrokkliðarnar 2 og hérna er alveg hrúga af alls konar rifjum og styrkingum, formurum og ég veit ekki hvað. Meira að segja þessi bakki sem ég setti þetta allan í, hann fylgdi með í kassanum. Geta að nota hann undir svona þegar maður er búinn að skera
burt þar sem þarf að fara burt, þá geymir maður þetta bara í kassanum, í þessum bakka. Nú, hérna eru verkfærin sem ég notaði. Það var kannski meira heldur en ég myndist á áðan. Það er þessi fína svo hérna. Svo bara, þetta hérna er afskaplega þægilegt verkfæri. Þetta er brotið járnsagarblað með límbandi á til þess að maður meiðist ekki. Náttúrulega hobbíhnífur, sandpapír og staut og hérna setti ég utan rafmagnsrör. Svo bara venjulega púsikubbur sem maður notar. Ágætt að hafa kúst við hendina. Þess að sopa öllu þessu ryki burtu. Og hérna er síðan afraksturinn. Þetta er það sem maður þarf að henda. Eða, af því að hérna eru svona fallegi litli bútar sem að mann geti alveg ímynda sér að setja í einhvern box og nota síðar í hitt og þetta. Sundaðu sem náttúrulega fer beint í rusli, allt og lítið til þess að geyma. Jæja, þá er það næsta skref. Það eru leiðbeiningarnar og þær segja að líma saman F1, F2 og F3 og við gerum það.